Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Við höldum áfram að tala bókmenntir og þýðingar. Það stundum svona sem að við höfum ekki tíma til að tala þýtt bókverk fyrir einhvern veginn eftir jólabókaflóðið og þannig svona hefur á síðustu árum aðeins náðust að veita þýddum verkum meiri athygli og sjá íslensk samtímaverk, íslensk skáldverk og þýdd skáldverk bara á sama báti en ég held að sé nú svona hugsun margra að það megi meira veita þýðingum athygli og þýðendum og þess vegna erum við við Rauðaborðið með spjallum þýðingar. Í dag eru komnar til mín góðar konur sem allar eru þýðendur en hafa líka annan starfa, sem sagt María Rán Guðjónsdóttir sem útgefandi hjá Angústúru og þýðandi, Helga Sofía Einarsdóttir þýðandi og Snæfríð Þorsteins sem nú hönnuður og bókahönnuður og þýðandi og hún þýddi bók sem var að koma út eiginlega bara mjög spennandi bók sem heitir Persepolis. Þannig mér langaði til að og Helga Sofía þýðir 3 bækur á árinu sem á að koma út á árinu og núna fyrir jólin. Þannig mér langaði nú til að biðja ykkur að segja okkur aðeins frá þessum bókum, svona bara þannig við veitum við kannski meiri eftirtekt í þessu blessaða flóði. En mér langaði að byrja að spyrja þig, María Rán, varðandi svona bara þýðingar almennt, því þú ert búin að, og þið hjá Angústúru er búin að gefa út gríðarlegt magn af þýðingum af samtíma bókmenntum og breyttu svolítið eiginlega hlutfalli útgefinna bóka á Íslandi, það ekki, með ykkar starfi? Var það alveg markvisst svona? Já, ég veit ekki hvort við breytum hlutfalli en já, það var alveg markvisst frá upphafi að gefa út þýðingar og í rauninni byrjuðum að gefa eingöngu út þýðingar og höfum svo unnið með nokkrum íslenskum höfundum. En einmitt bókin sem Snæfríð var að þýða, Persepolis, 30. bókin í bókaflokki sem við byrjuðum 2018. Kom út 4 bækur á ári. Þetta eru bækur sem við kallum bækur í áskrift að því að svona útgáfa hún gengur eiginlega ekki alveg upp nema í áskrift, nema með áskrifendum. Það er að segja að það er hópur af fólki sem vill lesa þessar bækur og fær þær inn lúguna 4 sinnum á ári og þar með komin grundvöllur fyrir að gefa út svona þýddar bókmenntir og í þessu tilviki frá ýmsum löndum utan Evrópu og Bandaríkjanna, frá ýmsum heimsálfum má segja. Hvaða bækur hafa komið út núna? Það var er það ekki dagbók frá Gaza? Jú. Dagbók frá Gaza kom út núna í sumar og það er svolítið sérstakt, snemsumars og það er svolítið sérstakt verkefni að því að okkur bauðst semst að fara inn í það og gefa hann út á árinu. Hún var skrifið síðast haust af rithöfundi og þáverandi menningarmálaráðherra Palestínu og hann var stattur á Gaza, hann býr á Vesturbakkanum, hann var stattur á Gaza í svona, hann var í ákveðnu vinnuferð og líka heimsækja ættingja á þarna íbúð og fer oft yfir til Gaza. Og þegar sprengjónum rignir yfir og byrjar að skrifa dagbók og ákveður að fara ekki heima því hann bjóst ekki við að þetta langverandi ástanda því þetta hefur gerst áður en var þarna með unglingssyni sínum og þeir festast inni og hann skrifa dagbók allt síðasta haust sem að átakanleg en samt mér finnst hún mjög upplýsandi það hvernig að vera á flótt og vera búa við þetta ástand með fjölskyldunni sinni og hvernig allir morgnar byrja á því að hringi alla og tjekka hverjir eru í lagi eftir nóttina og svona lifa af og leita brauði og vonast til að maður verður ekki sprengtur þann daginn. Þannig að mér finnst það rosalega upplýsandi, rosalega fræðandi og líka það hvernig að flýja í flóttamannabúðir að flýja heimili sitt. Og okkur bauðst sem sagt, það er Comma Press í Bretlandi sem gefur bókina út og hefur gefið þennan höfund út áður og okkur bauðst að gefa hana út hérna á Íslandi á þessu ári í svona samstarfi við
þennan breska útgefanda og við vorum svona 10-12 forlög í mismunandi löndum sem erum að gefa bókin út á þessu ári og allur hagnaður af sölu bókarinnar, þar með talin höfundarlaunin og fyrir til hjálparstarfs á Gaza. Og það gaman að segja frá því að til dæmis bóksalar á Íslandi komu líka til móts við okkur og lækkuðu sína, eða semst ég hækkaði verð bókarinnar og þau lækkuðu sína, álegningu. Þannig að við getum safnað meira og við erum annars safna. Já, flott. Og hefur hún selst svolítið? Og hún hefur selst vel og fólk hefur áhuga. Hún er náttúrulega falleg, þú náttúrulega Snæfríð, hannar þessar bækur, það eru óbúðslega fallegar og svona svolítið merkilegt hvað, útlitað þeim segir svolítið mikið að þetta eru bæði svona, þetta eru samtíma bókmenntir mest sem eru eiginlega opna fyrir manni sko heima sem maður bara algjörlega óþekkta heima. Maður bara, með því að lesa þessar bækur þá sér maður eitthvað sem maður hefur bara ekki mann hefði ekki grunað en á sama tíma sem sagt alveg svona mjög mikið svona bókmentalegt gildi bara svona þannig að þetta er nú svolítið mikið val sem á sér stað. Já, mjög mikið val. Stundum er það einfalt og stundum er það mjög flókið. Það er að segja það að velja réttu bækurnar er þessi bók nógu góð til að koma út í bókaflokknum, hugsa maður oft og ég hef svona gert alveg döðaleitað bókum en sem betur fyrir mjög mikið spennandi bókum að koma út víða heim. Það er bara svona, það er einhver svona tilfinning sem maður hefur í valinu sem er kannski erfitt að útskýra stundum en ég held það er eitthvað svona kannski þær eru ólíkar en svona sterkar sögur. Mér langar að nefna það líka að það var hann Bjarni Jónsson sem þýddi Gaza. Já, ég hafði samband við hann alltaf að koma líka. Já, frábært. Já, en alltaf að koma að setja. Ekki gleyma því andanum. En sko, Snæfríð, þú þýðir þessa bók Persepóli sem er ansi óverulega því að þetta er teiknimyndasaga. Og þannig að þú eiginlega ert að bæða hannana og svona koma þessari teiknimyndasögu inn í íslenskt form og svo þýða leið. Þú ert mjög svona fjölhæf manneskja þannig að þú ættu verið bara kannski ekkit, en hvernig var þessi reynsla svona? Sko reynsla var alltaf bara ótrúlega skemmtileg. Ég tek þetta kannski að mér að því að eins og segir ég kem að hönnun þessara bóka og það var eiginlega eina leiðin í þessu tilviki að þýða þetta bara beint inn í formatið. Og sagan er alltaf stórkostleg. Kemur út fyrir rúm 20 árum síðan og á ekki síður erindi í dag heldur en á sínu tíma þegar hún kemur út. Og að því voru að tala með þessi fjarlægu lönd og þess heima sem opnast. Einhvern veginn er þetta þannig að einhvern veginn bara svona opnar skilningna, sko. Fréttaflutningur, einhvern veginn sé átaka fréttaflutningur sem að tala bara stríð og silling og ofbeldi og óríki og sögurnar einhvern veginn segja manni aðra sögu og þarna er maður komin inn í sögu fjölskyldu í Íran, þannig ekki á hverjum degi sem að kemst inn í fjölskyldulífi í Íran sögu persóna lítið stelpa þetta er verk þetta er ævisaga höfundar í raun og hún að tekna sína eigin sögu og þarna kynnist maður allt annari hlið af landi sem, þú veist, einhverju hlið sem að færa ekki gegnum fréttaflutning. Og eins og hún segir sjálfi bara í formála, sko, þetta er einn elsta siðmenning heims. Háslétturnar í Íran, þetta er vagga menningar, vagga siðmenningar, það er elsta, sko, samfellda siðmenning heimsins. En í fréttaflutning er bara að tala sko, átakasöguna. Og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og ótrúlega gaman. En er þetta ekki svolítið líka einmitt að því að maður getur kynst kannski einmitt írensku menningar hefur gegnum kvikmyndir og eitt útilokun náttúrulega alls ekki annað en það er eitthvað við þessar svona litlu bækur sem að skapa það að vera með þennan heim einhvern veginn með sér svona í vasanum og það sem skapar einhverja nánd. Já, og það sem gerist náttúrulega líka í þessar teiknimyndasögu er þetta frásagnastíllinn er ótrúlega knappur og þetta er frásögn lítilla stelpu og sjónarhóttni er hennar og hennar fjölskyldu en í gegnum þennan sko knappa frásagnastíl og hann er gamansamur tónnin en í bakgrunni þessi harmsaga þjóðar
og svona saga vonar betri tíð og byltingar sem bera með sér vonum betri tíð og svo aftur vonbrigðum þegar tíðin verður bara verður nú var og réttindin verða að fara frá fólki en það eitthvað með hennar gamasama tón og svo ótrúlegu hversdagslegu senur og svo ótrúlegu sterku hvern persónu sem maður heldur ekki að venjast að sjá frá þessum heimsluta. Það eru vanur að sjá slæðurnar og konur sem eru huldar, allt í nú birtist þarna svona sterkar hvern persónur sem eru ótrúlega hressandi að sjá. Getur nokkuð sýnt áhorfendum, náttúrulega ekki hlustendum, en já, kortið sem fylgir með og kápuna svona. Þetta kápan. Já, þetta dálítið flottur miði og svo inni á, þá þetta bara teiknimyndasaga. Hún er það ekki upprunalega í svolítið stærra formati? Hún var upprunalega í stærra formati. Hún hefur áður komið út í nettu formati. En það var náttúrulega ein af áskorunum í rauninni að ná að gera þetta læsilegt og skiljalegt en ástæðan fyrir því líka að María Rán ákveður að gefa hann út í þessu bókaflokki það líka bara áhugavert að færa þetta nær lesendahópi sem ekki líklegur til þess að lesa teiknimyndasögu. Já. Og það náttúrulega áhugavert út af fyrir sig að stækka að miðla sögunni því að sagan náttúrulega algjörlega mögnuð og hefur farið sigur fyrir náttúrulega búið þýðan á ótrúlega mörg tungumál það ákveðið svona bara líka kannski má segja kvenlæg pólitík í því að hafa að láta ekki með eitthvað form teiknimyndaform bara lenda upp í kategóri og hillu með teiknimyndasögum heldur að það sé verið að leika sér með það að þetta sé líka með já, svona þannig verið að fara mitt að vera að segja sögu og það bara vill svo til að þetta teiknuð saga Einmitt. Og líka mér finnst ótrúlega skemmtilegt framhald af gott innlegg inn í þessa bókaserju að það alltaf vera einhvern veginn svolítið að stækka heiminn og það marg frásagnamátin getur verið svo margvíslegur. Já, það náttúrulega mitt frásagnamátin nú svolítið ég að tala eitthvað hefur bætt flóruna á Íslandi í prósentum, það nú ekki alveg mín sterka lið hvort sem að tala prósentur en svona ég minn held að hljóta þetta hafa aukið veg þýtra bóka og þú ert náttúrulega ekki eini útgefandinn sem að gefa þýðingar þýddar bækur alls ekki það náttúrulega sem betur fer nokkrar útgefandar sem eru mjög bara vakandi fyrir því að miðla samtíma bókmyndum og bara öllum bókmyndum. Já, það líka kannski það sem Angústra hefur að gera með því að fara að finna þessar raddir sem koma líkur öðru með aðra frásagnarhefðir en þessi vestræna og við erum þannig að til dæmis að það eru aðrar mýtur og kannski önnur sagnahefð sem liggur á baki þannig að við erum að fá það líka inn og þetta líka þú ert með eitthvað að þú eins og segir bara við fáum endalausar eitthvað fréttaflutning og hann rosa einsleitur frá þessum svæðum að það svo mikilvægt að fá bókmyndir af því að það einmitt þá allt inni færði eitthvað persónulega bara að fara bara inn á heimili og inn í huga bara fólks og sjá fólk og það bara að sjá mennskuna og leið og þú veist, þú ert að sjá eitthvað framhændi þá ertu líka að sjá eitthvað bara, já, þetta bara alveg eins og við og ég held að það sé mjög mikilvægt eins og með Íran eða Tansaníu eða skilur Palestínu að við fáum að sjá þessa mennsku hlið og það kemur með þýðingum og við auðgum okkar eigin menningu með því að fá þetta inn, mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt og mér finnst þetta fara miklu meira peningum inn í þýðingar þetta er gert, þetta bara skiptir gríðarlegu máli. Að því líka þessi einmitt það sem ég ætla að segja, þetta ekki bara einhver prósent af þýðingum, heldur bara beinlínis eru þýðingar þess eðlis að þær bæta svo flóruna í akkurat sem ég var ekki búin að hugsa, það þetta frásagnarhættirnir eru svo ólíkir og það lítur að vera náttúrulega bara einni menningu mjög til góða og bóta að sem sagt bara til þess að vera þannig við getum verið meðvitum líka meiri fjölbreytileika okkar eigin tjáningar. Sérstaklega þjóð sem að stæri sig að því að vera bókaþjóð og sagnaþjóð að ef við ætlum bara að halda áfram að segja alltaf sömu sögun og sama hátt þá við verðum þetta innspýtingin þetta skiptir rosa miklu máli, þetta skiptir máli fyrir þá sem að skrifa líka
auðvitað, þú veist, ef við ætlum að halda áfram að tala íslensku þá þurfum við að geta lesið, ekki bara alltaf sömu sögurnar sko. Sömu sögurnar, eða ég vil einmitt sem var svolítið kannski tímabili svona fyrir nokkrum árum þá komu svona þýðingar alls konar svona exotískar sögur en raunverulega alltaf í þessu uppafna tungumóli alltaf vilja sami frásagnarhátturinn þannig að það er svo og þetta til dæmis, þetta er svona mitt svona það var að fjalla þýðingar og það tala læsilegan texta sem flæðir vel og eitthvað sé vönduð þýðing og það er rauninni því bara að þetta er á einhverju svona gullaldar íslensku svona fallegu tungumóli en kannski á þetta ekki að vera fallegu tungumóli kannski á þetta að vera á erfiðu tungumóli það getur verið ein leið til að segja sögu við pærum í Irving Welsh til dæmis Trainspotting að þetta er bara það verið fáránlegt og því það er íslensku og það verið það bara lípu texti og þægilegur hann ávera trublandi stundum og erfið og ég held að það væri líka mér er spennandi að sjá það líka kannski að við erum að fá unga nýja höfunda íslenska sem eru farin að skrifa á aðeins svona öðruvísi tungumóli og það gerist held ég bara þegar við erum að koma með meira inn í okkar tungumól. Hvað ert þú núna? Getur þú sagt okkur eitthvað aðeins frá bókunum sem eru þær sem þú hefur þýtt þetta árið? Sko ég hef þýtt það sem komið út í ár minni mig eru 3 ár en ég leika með svo margt í gangi þannig sem ég er að vinna en ég þýtti fyrir Angústúru þannig að kom út í hún Jenny Colgan skoska partygælan okkar sem er og þannig að það kom inn í sumar og svo er jólabókin núna sem er svona lítil skemmtileg jólasaga og svo þýði líka þýtti ég Fóstur eftir Claire Keegan sem er írsk ég bara á keltnesku slóðunum en svo erum við með í vinslu bók eftir Abdul Razak Gurna sem er tansanískur höfundur sem fekk Nóbelinn fyrir og kom út í þessari seríu Paradís fyrir 2 árum 1 ári 1 ári 1 ári já, 1 ári já. Mér langar svo að koma aðeins inn á þess að þú segja frásagnamáti mér finnst þetta líka þetta er frásagnamáti og svona hugmyndir og tungumálalegs eðlis líka að ég held sko að íslenskan verður svo miklu ríkari af því að fá góða þýðingar af því þá erum við að bæta við tungumál þá er verið að nota það á nýjan hátt þar sem ekki nýsköpun í því að þýða af því þá er það að taka hugmyndaheim en frásagnarheim, menningarheim annars sjónarhátt, annan hugsunarhátt setja hann inn í íslenskuna jafnvel í öðrum, þú veist, einmitt í öðrum einhvern veginn brjóta upp íslenskuna og búið til ný orð eða þú veist, það er verið að bæta svo mikið þannig að mér finnst sko það að lesa góða þýðingu er ekki síður sko til að bara smjatta á íslenskunni Já, akkurat Já, líka að sjá hvað íslenskan getur Já, akkurat Ég held að við sem líka manni kenda þú veist, þetta er rétt og svona átt að orða hlutina og við erum mjög lengi að þú mátt ekki stundum eins og það mætti ekki þýða bara málsetti þú veist þess að árusvilli fuglinn fangar ormin eða eitthvað skilja sem er bara beinþýðing en máli er að stundum getur það verið fyndið og það getur verið gaman og ég meina fullt af okkar orðatildækjum er náttúrulega komið úr þýðingum og komið úr biblíunni eða ljóðaþýðingum gömlum og mér finnst þetta gaman að reyna að komast brjótast undan kannski þessum föstu íslensku orðatildækjum og taka inn eitthvað að því að það er, það breytir í mér sko að því að líka því að tala nokkuð tungumál og maður finnur að maður er ekki alveg sama manneskjan maður skiptur tungumál þú veist, maður jafnvel notar ekki eins og sömu röddina, maður breytist í minni röddin sko. Já, hugsa þér. Þannig að Hvaða tungumál þýðir þú svona? Ég þýðir náttúrulega úr ensku, yfir á ensku og svo hef ég þýtt úr líka dönsku og sænsku Og hvaða tungumál talar önnur svona? Ég tala vonda frönsku en það verið spænsku og svo tala ég Swahili upp að einhverju marki ég náttúrulega var sko 14 ára þegar ég flutti hingað en þannig að maður líka svona þannig að það var mitt pælæri þá bara alltaf 14 ára þegar ég er að tala það tungumál til dæmis Það er nú svolítið, það er ekki svona margir kannski á Íslandi sem tala Swahili er það? Sko það er samt svolítið gaman, það er alveg svolítið
samfélag hérna, fólki frá Austur-Afríku, það er svolítið fólki hérna frá Kenya, Uganda og Tansaníu sem ég uppgötaði fyrir ekkert svo löngu síðan. Já. Og hérna, það er mjög gaman að... Já, og getur farið að tala kannski svona eftir eða virkjað? Já, þetta er samt þess að til dæmis ég og hérna vinir frá Kenya, þau eru 10-11 ára mikil en ég og þau eru frá Nairobi, þau tala alltaf í sig en ég lærði það ekstra inn í landi kalla Sheng sem er svona borgar og ég get svona tala eitthvað og svo bara ef þau eru fyrir að tala saman þá er ég algjörlega út á þau ekki sko. En er það ekki svolítið svona eins og þú ert að segja að maður er orðin með íslenskuna sko, því núna er nú svolítið mikið margar ráðstefnur og haldnar og þessi pæling hjá ráðafólki, þú veist hvað á að setja mikið peningum í þýðingar og þennan málaflokk og svo er það gervigreindin og þýðingarforritinn og það eru svona ýmsar dálítið stóra spurningar og þarna Disney, eða hvað var það aftur, var ekki Disney málið spurningin hvort ætti að sem sagt íslenska, kom íslenskuna. Hvað finnst ykkur þetta svona debatt? Er það ekki frekar, þarf nokkuð að spyrja það? Það er augljóslega gott fyrir íslenskuna og okkar einhvern veginn og okkar menningu að bara auka veg þýðinga. Já, mér finnst það ekki spurning og ég held að fólk, þú veist, þetta er alltaf einhvern veginn svolítið í öðru sæti eftir íslenskum bókmyndum þar að því við þekkjum höfundana og svona, en ef við skoðum það í alþjóðlegu samhengi þá auðvitað gefur það auga leið að það er víða verið að skrifa góða bókmyndir, þú veist, við erum ekki með, þú veist, við eigum ekki alla bestu höfundi í heimi, eðlilega ekki, bara við horfum á stærð heimsins og þá er ég ekki að tala eitthvað illa íslenska höfunda. Íslenskir höfundar þurfa líka á þýðingum að halda til að einmitt eins og þú veist að segja, þú veist, smitast, þú verður að fá ströymastefnur og við getum ekki öll lesið á bækur á öllum frummálum. Þannig að ég held líka, bara eins og ég fyrir að segja þetta er svo mikið leikur í góðum þýðingum, það er svo mikið með tungumáli, þannig að mér finnst það mjög Verið að virkja kannski bara orðaforða sem annars bara liggur í dái og gleymist sko. Já, en það er svolítið synd og eins og líka með oft með þýdda barnabækur að þá nema það séu kannski einhverju metsölhöfundar að þá er oft erfitt að koma þeim líki í gegna því að fólk þekkir ekki höfundana og veit síður hvað máli snýst, en það er líka þetta mikil sköpun og góð texti og bara lestur og já, þýðingar það eru svona einhver annari skör en það er skiptaðir höfumáli. Og þessi samræða milli mitt samtíma höfunda innlendra og svo þýddra höfunda að það var einmitt hlaðvarpið sem heiti Sólin sem að Benedikt er með núna og Fríða Ísberg var að segja að sko að hún hefði einhvern veginn verið svo hissa í Skandinavíu eða bara í öllum norrænu löndunum og þar væri henni tekið ekkert eitthvað sem einhverjum þýddum höfundi sko, það væri ekki svona eins og þýdd var ekki sko tatúerað á ennið, heldur bara sem höfundi eða þannig og henni fannst kannski meira, þau voru að ræða hvort það væri kannski meira hérna svona þessi aðskilnaður sko, eins og kannski þú ert að í að Já, sko ég veit ekki, við erum rosalega ólík öðrum löndum að mjög mörgu leyti. Við held ég samt seljum jafnvel meira af, sko hlutfallslega, þá kaupir fólk meira af bókum hér heldur. Við erum kannski stundum að selja jafn mikið af bókum, þýddri bók og kannski í Danmörku af sömu bók. Nema náttúrulega hún fyrir mjög hátt þar að þá náttúrulega getur hún farið miklu hærra en hér. En ég held ef að til dæmis eitthvað er að ganga rosalega vel á Norðurlöndunum, það er ekkert bókað að gangi vel hér eða eitthvað ganga rosalega vel í Bretlandi eða í Bandaríkjunum og eitthvað bara fer alveg á það er ekki gefið að það verið þannig hér alls ekki. Veistu hverju munar? Nei, við erum náttúrulega mjög fá og við erum kannski ég veit ekki, kannski eru hina þjóðnar svona einhverju meira samtali eða við erum náttúrulega eiga, ég veit það ekki. Hvað haldið þið? Ég gerir mér bara ekki alveg grein fyrir því. En ég bara pæli hvort að... Ég held kannski að, ég held kannski að, þú veist, að fólk á Norðurlöndunum fylgist meira með því sem er að gerast á hinum Norðurlöndunum. Já, einmitt. Að þar sé kannski markaðurinn í rauninni bara öll löndin að einhverju leyti, að þau vita alveg hvað er að gerast í Svíþjóð, í Nóri, Danmörku, milli Finnlandi, en svo erum við svona sér, mögulega. Og það getur verið náttúrulega líka tungumálið. Já. Aftur. Já.
Já, og líka ímyndarlega. Og hafið. Fríða var að tala já, líka að segja það að hún var einmitt kynnt sem sko norrænn höfundur minn, hún hefði sagt, eða skandinavískur höfundur, ég man ekki alveg. En það getur verið að því að þau eru verið að hugsa sig þannig, en við erum alltaf þarna aðeins. Alltaf þessi eyja. Út í ballarhafi. Alltaf þessi eyja og bara talandu þýðingar, mér finnst þetta ótrúlega áhugavert þetta með frásagnamátan, þetta partur að því að stækka einhvern veginn bara þannig veruleika sem við lifum í, hvernig við tjáum okkur. Svo náttúrulega líka þetta að lesa frá öðrum menningar heimum sem að raunverulega tekum hann á annan stað og raunverulega eigur skilningsmanns. Það því einhvern veginn það þannig að fréttaflutningun oft frekar aðgreinir heldur en að sameina og svona framandleikin virðist bara ennþá meiri þegar endalaust tala stríðsátök í staðin þess að lífta þessu sammannlega og og svo sem ég líka bara því ég nú lesi flestar þessar bækur því ég nú komið að þessari seríu og ég hef lært svo mikið og oft verið svo bara glöð líka maður sem kemur svo óvart maður sem ég finn í þessum bókur sem ég hefði aldrei fundið hjá innlendrum höfundi eða bara einhvern annan menningar heim og það svo gott einhvern veginn þú veist bara að við lokust ekki einna inni og auðvitað maður fá þetta með kvikmyndum og úr alls konar áttum en þetta bara líka mikilvægt það skiptir bara líka rosa miklu máli en þessi tjáningamáti en líka ég held þú lest þetta bara virkjar aðra hluti þú þarft að leggja svo mikið til sjálf þú ert að lesa þannig að þú þarft að gefa meira af þér kannski en þú horfir á bíómynd og bíómyndin er svo búin eftir 2 tíma en þú situr svolítið með þetta svo ertu með gripin þú veist, í höndunum og sérstaklega hann fallega svona gripur og fyrir vel í vasa og falli í hillu og þú er náttúrulega að leita orðunum einmitt ef það eru skringilu orð þá verður að leita að þeim og það var einmitt barnasálfræðingur sem var að lýsa því einhvern veginn varandi læsi barna það væri ekki endilega gott alltaf að vera einfalda tungutaki og heldur væri bara væri holdt að heyra kannski orð sem þau skildi ekki stundum og þurfa þá svona eins og einhvern veginn að reyna átt að sjá þeim og skilja þau í samhengi og þannig. Það er það sem ég finnst mikilvægt í þýðingum stundum að það má alveg leyfa framandleikanum að vera af því að það er ástæðan fyrir því við erum að þýða. Mér stundum farið mjög duglega með straujarnir oft í þýðingum yfir til þess að falla inn í okkar hugmyndur en hvernig þú átt að segja eða skrifa og í rauninni leyfist þýðendum oft miklu minna okkur refsa miklu fyrr við förum aðeins út á brautinni heldur en þú ert að skrifa frumteksta og þú veist og það rosa, þú veist og eins og til dæmis við tókum þá ákvörðan þegar við vorum að gefa út Paradís það eru þarna arabísku orð og það eru indversku orð og það eru Swahili orð og svona að leyfa þeim að vera af því að líka í dag ertu bara með símaninn og Google og í rauninni svo þú fáir aðeins og kannski og stundum kannski og getur lifti eins og til dæmis því ég voru því að Claire Keegan og írska enskan svo allt öðruvísi heldur en öll önnur enska þeir segjast tala bestu enskuna þeir eru með gelískuna þarna bakvið og fara í skemmtilegar krúsidúlur vera að tala og ef maður getur einhvern veginn reynd að koma einhver smá að þeirri músík inn án þess að það verði skrítið Það er alltaf bara debatt í þýðingafræðum já, nú er svona sem betur þýðingafræði kendi í háskólanum og er svona aukinnilega umræða þýðingar og mismunandi pælingar og þannig og svo er eitt sem að höfundar náttúrulega hafa oft þýtt það hefur verið svona, var í gamla daga svolítið þannig að svona þessir íslensku höfundar þýttu mjög oft bækur lögðu svona borð einhvern veginn en ég segi fyrir miðlum sem ég finnst alveg rosalega erfitt að þýða mér þetta svo miklu erfiðara heldur en að skrifa vegna þess að það er bara svo mikil valkvíði sem að maður kemur upp þú veist bara hérna er þetta orð ámar þá hafa þetta sem vettlinga eða lúffu eða rosalega munur og það er nú bara eitthvað lítið dæmi þannig að maður skilur ekki stundum einhvern veginn hvað þýðendur eru ósýnilegir einhvern veginn og þessir höfundar eru alltaf eitthvað númer eins og jólabókaflóðinu höfundar eru eitthvað þeysingi greir ég meina auðvitað mega þeir vera þeir eru ekki að segja ekki á greir ég meina bara auðvitað mega þeir alveg vera sýnilegir en það er samt alveg skrítið hvað þýðendur bara það er alltaf minnst á hver þýddi bókina en er það ekki líka því að kannski ég veit ekki, mjög margir þýðendur eru svona smá moldvörpur
finnst bara ágætt að vera þannig skilur. Jú, það er önnur típa og en ég veit en mér finnst sko eins og það er samt að aukast finnst mér starði miklu meira það og ég held að það sé eins og þið setjið nafni á þýðandanum framan á bókina þetta er alveg og kannski að fólk átti sig á því að einmitt þetta er ekki og mér svolítið svona bara fríka mig út það sé að vera hendin í gervigreind og láta þýða bókmyndir vegna þess að segja maður situr þarna og pælir í því að höfundurinn valdi eitthvað orð á frummálinu það er ekki tilviljun það er ekki að því höfundurinn skrifa þetta og svo er alls konar fólk búin að lesa þetta og þannig að sko ef þú ber vinningu fyrir textanum þá þarf þetta aðeins að sko þú þýðir ekki bara eitthvað Það er ekki svolítið mikilvægt að gera með greinamun á því að stundum er kannski gott að geta gripið til einhverju þýðingaforrita og gervigreindar með einhverju teknilega texta eitthvað svoleiðis en bara til þess að halda örugglega sagt, muni á milli þess sem að bókmyndir eru ekki bara teknilegir textar til að koma einhverjum upplýsingum á framfæri. Það er til staðlaði textar sem eru bara svolítið mikið sama að þá er náttúrulega með þægilegt undan þýðingaforrit en mér finnst bókmyndir ekki að vera bara eitthvað staðlað alltaf sama Nei, þetta getur verið notað bara sem tæki, bara sem orðabók eða til, þú veist, ég skil það alveg en ég held eins og þið segið, þú veist, það er ákvörðun í hver einstu setningu þetta orðið eða hitt, það er alltaf svo mörg sem kom til greina þannig að það er og hvað þú ákveður hefur svo, loka útkoman sýnir hvað þú ákvaðast og ef við værum allar að semja að þýða eina blaðsíðu í bók og við værum hérna fleiri, við værum bara 20-100 manns að þýða eina blaðsíðu, það var engin blaðsíða eins. Nei. Engin. Það er svo áhugavert og það var einhver svona og það var hægt að túlka hverja þýðingu fyrir sig og það er svona sýnir hvað það er mikilvægt starf þýðandans, það er þetta að vera við svo leitir rödd höfundarins en þú veist, þýðingin er alltaf þýðing og er alltaf þýðandans. Ég segi, þegar þú lest, þá ert þú að gefa svo mikið af þið fyrst. Ef ég segi við ykkur bara, hún satt á bekk á góðveristegi og bara það poppið eitthvað. Þá ég þarf ekki að segja meira. Þið eru búin að sjá 100 bekki, góðveristegi getur verið algjörlega bara allt er þessi fyrir mér en þér og við bara erum búin að búa til bara fyrir töfra, einhverja senu og þegar ég les bók og fyrir svo þýðana þá er ég náttúrulega að taka allt sem ég hef upplifað og allt sem ég hef og þegar ég skilur og ég held að gervigreindin er náttúrulega ekki með það hún er bara með einhvern haug, einhverju dóti og hún kemur kannski út með texta sem er sleppur. En ég held að sumum finnist það nefnilega að gegnum söguna hefur alltaf verið þessi svona tilheng til þess að þessi draumur að geta búið til einhvern veginn tæknilegt bara smætta tungumálið niður í eitthvað tæknileg boðskipti svona morstækni og ég hugsa þegar þú ert að segja þetta þá myndu kannski sumur hugsa með sér býtur ekki miklu betra að láta gervigreindina sem er ekki að þýða þetta vegna þá er hún ekki að þvæla sinni reynslu inn í það. En hún gerir það því að hún er að byggja milljónum einhverja texta. Já. En hún hefur ekkert sjálf, hún hefur ekki tilfinningarleif sjálf til þess að vita í rauninni hvaða orð myndi kannski kalla fram ónot í mannesku, það er eins og þegar maður að þýða ég veit ekki, tek dæmið þegar ég var að þýða fóstur þá að því að það er lítil stúlka hún er að koma sendi fóstur til frænku sinnar og bara, þetta er rosa stutt bók en maður sér alveg að Claire er búin að pæla mjög mikið hvernig hún lýsir meðan allt er framandlegt og þá kemur hann að bregðu fyrir ketti og mér minnir að hún segir ekki skuggja ketti, hún segir presence of a cat og þá var ég bara presence er oft notað líka þú ert að tala eitthvað yfirnáttúrulegt eða drauga eða eitthvað svoleiðis þannig ég sagði þarna ég get ekki sagt að kettinu bara fyrir að hún sér köttin þannig að ég var bara mjög lengi að finna að nota orðið svipur að því að það er eitthvað sem við erum búin að heyra 100 sinnum kannski nota sem orði yfir eitthvað yfirnáttúrulegt. Og það er svona, og ég held að gervigreindi myndi ekki gera þetta. Nei. Hún myndi ekki nenni þessu. Hún hefði fallið á þessu prófi. Það rætti því.
Þú er ekkert skellt bara íranska veruleikarum í gerfugrindina og... Ég gerði það ekki. Það verður náttúrulega viðurkennt, textin knappur. Þetta ekki þessi samfellt bókmenntaverk. Ég hefði ekki tekið slíkt af mér, held ég. En nei, ég gerði það ekki. Nei. Það einhvern veginn, ég held að við svona trúum því einhvern veginn, allavega þeir sem hafa verið að fást við texta og það ekki beinlínis að við getum sagt nákvæmlega í hverju munurinn felst eða af hverju það svona mikilvægt, en það einhver svona þessi samræði, einmitt að þýðandinn sé í samræðu við textan og eða höfundinn, sem að síðan einhvern veginn, að svo samræði einhvern veginn skili sér til lesandans og mér finnst svona, nú er þetta einhver svona tilgáta en ég veit ekki, að það einhvern veginn þar með hjálpi lesturinn okkur við að vera í samræðu við annað fólk, eða sem sagt að við einhvern veginn ég meina auðvitað því að við þurfum alltaf að hugsa hvað er hún að meina, hvað varst þú að meina og það sé bara eðlilegt. Líka við vorum að tala um mennskuna, að það sem við erum að fá svona bækur til þess að fá mennskuna, ekki bara einhverjar staðrendir eða fá tenginguna. Já, og fá þetta óþægilega líka eins og segir, fá framhandleika vegna þess að við viljum ekki bara allt sé bara þægilegt og og þurfir ekki að því að stundum verður að vera einhver núningur til þess að eitthvað kvikni, skilur. Svo held ég að sé náttúrulega líka spurningum að nýta tæknina bara til það sem hún á við, sko. Ég var til dæmis þakklátt fyrir það að geta nýtt tæknin og þurfi ekki að fara að bókasafn og ég vissulega þurfti að lesa mér svolítið til sögu Írans. Ég var ekki alveg með hann í kollinum þegar ég byrjaði og það er svolítið voru snögg og mikil stjórnarskipti og keisarar sem tóku við hver og öðrum og flókin pólitísk saga og slíkt, sko. Og ég var fegin að hafa tölvutæknina við hendina meðan ég var einhvern veginn ná utanum skilning á þessu. Þannig ég held að gervigreindin að mörgu leiti vonandi verður bara hjálpsamt tól. Það fara ekki með okkur einhverjar frekari villigutur en það. Eins og í gamla daga maður að fara á milli landa með orðabækurnar á bakinu alveg svona að feika að maður veri ekki með 37 kíló. Mér fannst það geggjað þegar maður gæti fengið orðabók bara inn í tölvuna. Maður fyrst á geisladisk. Það er alltaf mjög gott, sko. Já, en það bara má ekki taka yfir. Þetta er ekkit svona, það má ekki smælta neitt. Nei, en ég held líka að það náttúrulega kannski hugsun bara á, þú getur ekki bara, og mann spurður þessu, getur ekki bara nota gerfugrindina. Og það ekki, ég hef alveg prófað þetta og það gengur ekki upp, sko, allan ekki að þá. Ég held allavega var einhverja sögur sem að, ég veit ekki hvort það er satt og maður vil ekki vera með dylgjur, en það var einhverja sögur að það væri einhverja bækur sem kemur út í Storytel núna, hljóðbækur sem hefði verið þýddar einhverjum af gerfugrind. Og ég veit að það hefur eitthvað, ég veit ekki, sko, að það er líka gerfugrindir sem að lesa alls konar og það er mjög skrítið, af því eins og segir, maður veit ekki alveg hvað það er, en maður fær svona eins svona hárin rísa aðeins, því maður fattar ekki alveg hvað það er, en svo kannski verður hún bara. En þótt að þýðendur séu svona hóværir og bara, ekki kannski mikið fyrir að trana sér fram, má þá ekki samt segja að þeir mættu alveg verða sýnilegri svona í umræðunni eða allavega að þeim sé gefin gaumur og virðing? Mér finnst þetta hafa breyst aðeins. Mér fannst ástand að vera verra fyrir svona 10 árum síðan. Þá var kannski oft verið að fjalla um þýdda bækur bara eins og þær hefði þýtt sér sjálfar. Eins og höfundurinn Ellendi hefði þýtt bókina. Og mér finnst það hafa breyst. Mér finnst oft tala við þýðendur, útvarpi sérstaklega líki sjónvarpinu og minnst þér svona aðeins þeir eru mitt ekki mikið að transi kannski fram en minnst svona aðeins mér finnst staðan hafa skánað mér finnst það. Já, ég held það. Og líka þessi samræða kannski á háskólasviðinu þýðingafræðum. Ég menna örgla ég held að það er örgla skilja sér, já. Það er pottitt. Ég menna að við erum í þýðingafræðum við erum bara með þeim fyrstu sem fara þarna þannig að, mér held að það hafi bara breytt rosa miklu. Fólk bara að hugsa öðru sig Já. Og bara vera þá partur líka að samtalinu bókmyndir held ég. Já. Að þú veist að fá að vera líka bara með því að ég held að við fengum vel ekki að vera með hún ekki svona bóði í partíin skilur en núna þá fær maður stundu kallar ég við talstundu kemur maður samstöður það voru ekki þessi hluta bókmynda heiminn nei, það var sko og mér finnst fjölmiðlar aðeins líka og mér finnst að hafa alveg verið líka bara meðvitað gert það
Svo eru þýðingaverðlun komin og... Já, þau eru búin að vera til núna í meir en 10 ár. Þau eru veitt einu snári. Og hérna, ég held að staðan sé skári. Já, hún er það. Og eina sem ekki skána er að að auðvitað eins og að í listum þá er það náttúrulega ekki endilega vel launastarf en það er líka kannski eitthvað sem við komum með þegar ef að vélar eru farnar að þýða þá náttúrulega getur verið að Jú, en þá man ég einmitt eftir þessu með launin sko, og það sagði mér þýðandi mitt að ástæðan fyrir því ofta svona kannski bækur sem væri á einhverju leiti fyrirsjáanlegu tungumáli sem eru ákveður fordómar kannski að segja það en sem hann sagði sem þýðandi hann sagðist geta svona hann fengir umverulega náttúrulega miklu hærra tímakaup að þýða kannski spennusögu eftir höfund sem hefur gefið út 10 spennusögur þá bara væri það náttúrulega ekkit einhver nýlunda heldur hann að gefa út nýjan höfund sem skrifaði á kannski svolítið tyrnara tungumáli sko þá væri náttúrulega tímakaupið orðið ansi lágt sko og þess vegna væri við heldist að hans mati svona einhver vítarhingur sko hvers konar bækur sirkuleruðu meira með sko. Það er líka lengdin þú veist það borgar sig ekkert fyrir útgefundur að gefa mér langa bækur út. Nei, það er bara ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er líka bara... Og það hefur alltaf bara útilokar alveg fullt af bókum. Já. Þetta var aldrei verið hálaun sem þýðendur hafa fengið, aldrei. En svo er þetta því nú þekki ég að vera báð megin. Nú er ég útgefandi og líka þýðandi, en ég veit alveg þýðendur eru ekki vel launaðir. En ég veit líka bara hvað svona útgáfa ber. Og það er því miður ekkert mikið. Þetta er svo lítill markaður. Þetta er svo lítill markaður. Að það þarf að selja svo marga bækur bara til að koma út á nulli. Sérstaklega þýðingar. En ef að bókinni mitt er löng og þýðingakostnaður hleypur á einhverju milljónum og allt eftir því að þá mun það ekki borga sig og þá gerir það enginn. Sem er einmitt þess að þú segir synda því að það eru fullt af bókum sem eru langar og eru hrikalega spennandi og ætti að koma út og koma ekki út af þessari ástæðu. Ég var bara smá, þegar maður fyrir að skoða hvað þýðingastyrkirnir eru ég bara skilði þetta ekki alveg því að ég held að mér finnst að þetta þurfi bara aðeins af því að þetta er svo mikill kostnaði fyrir útgefandan en við viljum fá þessa bækur og þetta þarf bara að vera aðeins meira og við þurfum bara að taka þetta alvarlega eins og ég segi með tungumálið og ég held að ef við endum svo á því að það er ekki hægt að gefa neitt út nema bara eitthvað sem selst skilur þá erum við að missa frá svo miklu það koma alls konar bækur sem maður myndi vilja hafa á íslensku en það bara hver á að bera kostnaðina því þú veist Akkurat. Og þú veist, þannig að maður þarf að hugsa þetta aðeins, bara, ég veit ekki, miða við peningunum sem er eitt í alls konar rugl, þá finnst mér alveg að þetta er bara eitthvað sem við sem þjóð í rauninni og bara ríkið ætti að koma inn í það Já, koma sterkar inn í. Já, bara sem hugsa bara þetta er bara okkur fjörrek þú veist, íslenskan og ef við ætlum að halda þetta þá þarf bara, þurfum bara að passa upp og þú veist að við eigum texta og nýja texta og öðruvísi texta og Sumar þjóðum að passa rosalega vel upp á að styrkja þýðingar á sínu tungumáli yfir á önnur það er bara hluta breið út einhvern veginn og við gerum það líka Jú, en er það ekki þær þeir styrkir sem eru svolítið lágur Nei, sko, yfir á til dæmis eins og bara, ég veit ekki ef þú ert að gefa bók og þýðingalaunin eru kannski hlaupahátt í 1.000.000 og fær 150 svona styrk hvað Það er svona kannski, það hefur verið svona í kringum 40% sem að styrkurinn en svo kannski ef bóking að það kostar 2 milljónir þá er það kannski styrkurinn 800.000 eða eitthvað þannig og svo en svo eru líka styrkir fyrir það sem vilja þýða úr íslensku ég veit ekki alveg hvert hlutfall er í því þetta eru bara svona ólíkir pottar en ég er alveg sammála mér finnst það myndi ekki kosta mikið fyrir ríkið að fjölga mjög mikið bókum sem eins og þú segir ætti að vera til á íslensku. Já, líka þú veist alltaf að hvart yfir þess ekki til lesefni fyrir krakka, sérstaklega eldri krakka og það er bara þetta að þetta er bara ef við ætlum að það þyrfti að vera hægt að
þýða miklu meira inn í til dæmis fyrir þann hóp. Já. Þýðendur eru til, það eru góðir þýðendur til Já, á landinu. og líka bara þú veist að höfundar sem að skrifa, þetta ekki svo margir heldur sem að skrifa á íslensku fyrir þennan hóp. Þannig að þannig að þetta finnst mér bara að vera svolítið svona þess að mér bara algjörlega bara mist boltan þarna sko. Þetta hefur aðeins verið tekið fyrir og hefur verið umræðinni og líka í milli útgefenda og stjórnvalda og og þannig að það er alveg meðdönd þetta í ráðuneytinu. Og það er ekki eins og útgefendur hafa ekki áhuga að gefa út svona ungmennabækur, það er bara seljast ekki. En það er líka því að það eru kannski stundum, þetta eru oft bókaflokkar, þau þurfa að koma út svolítið hratt, þau eru fljóta að ná sér í næstu bók og næstu bók að þau eru byrjuð að lesa. Það er svona margt við þetta, en það er svona ég segi bara sko ef að, þú veist að það er nefnilega þessi aldur sem að fólk segir já, það er ekki allir hættir að lesa, er ekki úlingar hættir að lesa, ég ætla ekki að gefa honum eða henni bók af því það er allir úlingar hættir að lesa að þar af leiðandi verður ekki þetta er svona vítarhingur sko, ef enginn kaupir þá er það heldur ekki gert þá er það ekki gefið út þannig og svo bara byrja fólk aftur að lesa á pappír, þetta er bara svona fyrir einhver tring. Og þá einmitt kemur hönnunin sterkinn. Okkur er ekki alveg sama hvernig hönnunin er, hvernig bækurnar eru. En við göngum kannski að svolítið bara vísu að þær séu fallegar. Áttu kannski ekki á því hvað er langt ferli að koma inn í hugverki. Nei, við erum einmitt í upphafi og þá hugsaum við líka, þú veist, fólk er alltaf að losa sig við dót og við hugsaum bara að það er mjög mikilvægt að þetta séu bækur sem fólk vilji hafa heim hjá sér, vilji eiga. Og þá kom nú Snæfríð sterkinn. 30 bókum síðar, sko. Kannski gerði ekki alveg, maður var ekki alveg búin að sjá fyrir sér fjöldan, sko. En svo bara gengur þetta ágætlega upp, bara heildar konseptið, sko. Það er svo flott líka að það líti allar, maður sér alveg að það eru allar í sömu fjölskyldu. En svo eru það allar með sitt. Neini, það var bara meðvitur ákvörðun einhvern veginn að fara inn í þess að svona hefðbundnu hefðbundna útlit, sko. Þannig er það ekki of frekar heldur í útliti. Já. Og svo gefum við svona karakter hverju einnig fyrir sig og tengjum einhvern veginn yfir í viðkomandi heim, sko. Það er líka hægt að vera með þér á sér. Þetta að vera með þér á sér og það er einhvern veginn. Ég vil alltaf hafa bók á mér. Það svona kemur það mikið onni vansa. En líka samræðan svo sem að þýðandinn á við höfundin og lesandana, þannig að hönnuður, þú ert náttúrulega kannski, þú ert mjög kannski þekkt fyrir það að setja þig inn í svona einhvern veginn heildarverkið, þannig að hönnunin sé hluti af svona heildarhugsuninni eða þannig. Já, Nei, það er bara og gaman að einhvern veginn svona sama stefið, en svo einhvern veginn tökum við alltaf yfir í eitthvað það samhengi sem við á, sko. Og bara verið ótrúlega gaman að lesa allar þessar bækur. Þannig að það er einhvern veginn bara stækkar skilningin og svolítið það er bara þannig, sko. Já. Við getum allavega mælt með þessari nýútkomnu bók Persepolis sem bara er nýkomin út og er eiginlega fyrir alla aldurshópa, er það ekki? Er hún ekki svona, þetta er bók sem bara nánast allir geta lesið? Já, ég myndi segja það og talandi bækur fyrir ungmenn og úlinga, þá eru alveg fullt af bókum í bókaflokknum sem að höfða til úlinga og ég hef heyrt af úlingum verið að skrifa ritgerðir í gagnfræðaskóla og svona upp úr þessum bókum sem að gleði mig mjög mikið og það eru mikið kenndar og ég held að Persepolis, það er önnur bók sem að Helga Sofía þýddi sem er Glæpi við fæðingu eftir Trevor Noah sem kom út fyrir nokkrum árum og hefur mikið tekin í skólana mikið lesin og það er enn skólar að bætast við sem er að nota hana í kennslu og ég held að Persepolis geti orðið svolítið svoleiðis líka. Þú veist, hún segir manni svo mikið. Við notum í kennslu aðlendis. Já, einmitt. Þannig að ég sé ekki akkur að þetta ekki gerast líka hér af því að hún er skemmtileg. Og mér var það svolítið gaman að unglingum finnst þetta að vera svona mjög töff gjöf. Svona, þetta er eitthvað svona, og líka það að þetta sé teiknimyndasaga en samt í einhverju svona öðruvísi formi, það er svona spennandi. Já. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá Persepolis og bara ykkar bókum, þýðingum.
Það er ýmislegt undir í þessari umræðu hjá okkur. Við höfum farið svona yfir daldið, fórum yfir daldið bara á djúpið, myndi ég segja, að því að þetta er svolítið upp á, ég myndi segja að það hefur komið út úr þessu spjalli að þetta sé upp á líf og dauða fyrir íslenska menningu að Sammála. Að ljúga þýðingum og halda áfram að þýða. Jafnvel frið í heiminum. Já, það er alveg rétt. Mjög gott. María Rán Guðjónsdóttir, útgefandi og þýðandi, útgefandi Angústúru, og Helga Sofía Einarsdóttir, þýðandi, Snæfríð Þorsteins, hönnuður og þýðandi. Kæra þakki fyrir að koma. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir, taka þátt í samræðunni með virkri hlustun, og við höldum áfram að ræða málin hérna við rauðaborðið eftir smástund, förum í frímínútur. Takk fyrir. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.